Helgi Seljan hitti Ragnheiði Ríkharðsdóttur þingmann Sjálfstæðisflokksins í morgun og spurði hana meðal annars hvort mótmælin í gær hefðu skilað sér inn í Alþingishúsið. Já, ég held það. Ég held að þau hafi virkilega náð í gegn og það sé umhugsunarefni fyrir alla með hvaða hætti menn lesa í þessi skilaboð og hvaða skref verða tekin nú á næstu dögum. Ertu að farin að efast stuðning þinn við ríkisstjórnina eitthvað? Nei, ég ennþá í stjórnar meirihluta og styð stjórnar meirihlutan á meðan ég þar. En einhverjar efasemdir eða eitthvað? Ég held að menn þurfi að virkilega setjast niður, fara yfir þá stöðu sem að akkúrat og lesa í gærdaginn og taka næstu skref. Heldurðu þannig að þetta komi til með að hafa einhverjar breytingar á, til dæmis, ríkisstjórninni eða því hvernig hún skipuð eða eitthvað slíkt eftir þessi mótmæli í gær? Það ríkir ekki traust á stofnunum samfélagsins. Ég hef sjálf talað fyrir því að það ættu að verða uppstokkanir í stofnunum samfélagsins og ég held að það sé algjörlega skýr krafa það. Hvers vegna hefur það ekki náð í gegn? Þrátt fyrir að þið allir þingmennirnir, það eru margir þingmenn sem hafa talað fyrir því að það þurfi til dæmis að auka traust á Seðlabankanum, fjármálaeftirlitinu og margir hafa nú líka jafnvel bara bent á æðstu menn ríkisstjórnarinnar. Hvers vegna heldur þetta ná ekki í gegn? Það vegna þess að við þingmenn erum þingmenn en ráðherrar eru ráðherrar og þeirra valdið. Það vegna þess að við þingmenn erum þingmenn en ráðherrar eru ráðherrar og þeirra valdið.